Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við aðeins að skoða sjúkraflutninga. Til mín í sófann eru komin Eydís Sigurgeirsdóttir, sjúkraflutningamaður eða kona, og Friðrik Jónsson, kennari í sjúkraflutningaskólanum. Velkomin. Þið voruð að útskrifa núna á dögunum 110 sjúkraflutningamenn, ekki satt? Jú, við vorum með útskrift núna síðastliðinn föstudag. Já. Þar sem við vorum að útskrifa vísum stóran hópa nemendum. Stærsta hópinn eða? Já, örugglega upp undir það sko. Já. Og er þetta svona hverju ári, svona stór hópur, eða er þetta? Nei, það er náttúrulega misjafnt milli ára, Já. en það er eins og verið svona svolítið vaxandi starfsemin hjá okkur núna, Já. sérstaklega á síðasta ári. Já. Það var mjög umfangsmikil starfsemi. Já. Og vorum með náttúrulega mikinn fjölbreytileika námskeiða. Já, af því þetta er ekki allt bara kannski sjúkraflutningar. Nei. Þetta er líka svona fyrir fyrirtæki sem að... Já, sko, við höfum náttúrulega erum meira svona með námskeið fyrir heilbrigðisgeirann. Já. Og svona meginþorri starfseminnar er sjúkraflutninganámskeið, bæði grunnnámskeið og framhaldsnámskeið. Og ég held að við erum kringum 110 manns sem útskrifust. Já. Og þar á meðal þú, Eydís, er það ekki? Jú. Til hamingju. Takk fyrir það. Ert þú útskrifast af grunnnámskeiðinu? Já, grunnnámi í sjúkraflutningum. Og þú ert bara farin að vinna hjá slökkviliðinu? Já, ég byrjaði 1. maí. Og hvernig líkar þér? Bara mjög vel. Og hvernig var þetta nám? Getur aðeins lýst í? Hvað voruð það að gera? Við vorum að gera bara ýmislegt. Já. Við vorum að í rauninni bara koma inn á hvernig bara öndunar aðstoð, bara fyrstu hjálpurinn á vettvang. Já. Og í Var þetta bæði bóklegt og verklegt? Já, bæði bóklegt og verklegt. Við sem sagt, þetta eru svona lotur. Já. Og við lesum og hlustum að fyrirlestra og komum í rauninni undirbúin í loturnar. Já. Og svo eru loturnar ýmist 2 eða 3 dagar í senn. Já. Og Þannig þetta er ekki kannski fullt nám eða hvað? Er þetta svona sem þú getur gert með Já, en þetta er alveg... starfi, en þetta er mikið? Þetta er alveg mikið. Þetta er mikið að læra á stuttum tíma. Já, hvað er þetta langt ná? 260 klukkstundir, eða ekki? Og hvað varstu fljóta að rúla því? Var það 1 vetur þá eða? Þetta voru líklega 2 mánuðir bara í náminu og svo starfsnám og svoleiðis eftir það. Þannig þetta er kannski 1 önn, eða er þetta eins og heill vetur? Svona 3 mánuðir, já. Okay. 1 önn kannski. Og ertu búin að lenda í einhverjum útköllum? Já. Já. Ég held að það sé alveg hægt að segja það. Hvernig leiðir? Fórstu panika eða varstu bara alveg peppuð í þetta? Ég er bara mjög til í það. Já. Frábært. En þetta er, sjúkraflutningaskólinn er sjálfstæð eining undir Sjúkrahúsinu Akureyri, ekki satt? Jú, það er rétt. Sjúkrahúsið Akureyri er búin að vera reka þennan skóla held ég síðan 2002. Já. Og í skólanum hefur 1 starfsmaður sem er skólastjóri. Og síðan eru kennarar skólans eru þá bæði sjúkraflutningamenn, læknar og hjúkrunarfræðingar sem eru þá að vinna sem verktakar fyrir skólan. Já. Og þú starfar sem slökkviliðsmaður? Já, ég er starfandi hérna í slökkviliðinu Akureyri og er svo að kenna í svona verktöku fyrir skólan. Já. Þurfum við svona marga sjúkraflutningamenn eða er fólk að fara eitthvað svo lengra í eitthvað meira nám eða? Já, það er ekkert endilega það að þeir sem er í náminu hjá okkur eru fólk sem er að fara beint að vinna við þetta. Nei. Margir ná sér í þetta nám bara svona til þess að auka þekkingu sína og svona styrkja sjálfan sig í svona daglegum störfum. Þarna eru líka náttúrulega fólk sem mikið af björgunarsveitarfólki sem kemur í þetta. Svona til að styrkja sinn grunn. Já, einmitt. Og jú, svo náttúrulega eru margir sem taka þetta bara svona og ætla kannski í framtíðin að þreifa fyrir sér í þessu starfi. Hvað þarf maður að hafa til að geta farið í sjúkraflutningaskóla? Sko, til þess að komast inn í grunnnámið, þá þarftu að hafa lokið að lágmarki 60 eininga námi í framhaldsskóla. Já. Og það er svona bara til þess að hafi svona þekkingu, bara svona kennsluþekkingu, bæði ensku og svona, því að mesta námsefninu er á ensku. Og síðan þarftu að hafa gilt skyndihjálpa skírteini, svona sem grunn. Það er raunverulega allt námsefni sem við erum að vinna með, allir kennslubækur eru á ensku. Við erum að nota kennsluefni sem bandarískt efni, sem er svona staðlað efni og vottað. Og þú þarft ekki að vera orðin eitthvað ákveðið gamall eða hvað? Jú, svo er aldurstakmarkið í kringum 20 ár. Já. 20 ár. Hvað ert þú gömul, Eydís? 22. Já. Varstu alveg ákveðin í þessu alltaf eða kom þetta bara óvart upp? Nei, svo sannlega ekki.
eða sem barn þá var það alltaf lögreglan eða slökkvilið. Ok, þannig að þetta hefur verið svolítið svona... Já, ég byrjaði í lögreglunni og var í fyrrasumar og eitthvað í vetur þar og fer í rauninni í námi út af því að ég vil bæta mig sem lögreglumaður í rauninni á vettvangi því að við komum oft, eða lögreglan kemur oft á undan eða er með á vettvang og en svo var þetta bara svo ótrúlega skemmtilegt. Já, þú ert bara hætt í löggunni? Já, svona, mestmegnis. Þannig Og varst þú með stúdentspróf fyrir eða? Já, ég er með stúdent frá EMA. Og svo leiðin í lögregluna og svo í þetta? Já. Og sérðu fram á eitthvað meira nám eða er þetta bara? Já, alveg klárlega sko. Þetta heillaði mig alveg frá bara fyrsta degi í skólanum. Þannig að nú ertu með þetta grunnnám og gæti þá bætt við framhaldsnáminu sem er hjá sjúkraflutningaskólanum? Já. Þannig að ég stefni á það bara. Já, er það þá bara næsta haust strax? Já, það er mælt með að vinna smá, kynnast, svona synga inn allt sem maður læra í grunnnáminu og vinna við það. Þannig ég sé bara til hvort það myndi verið haust eða næsta vor. Þú ert bara komin með vinnu núna í slökkviliðinu? Allavega út september og svo er með möguleika á fæstarnungu. Þannig það bara allt kemur í ljós. Spennandi. Eitthvað sem þú vilt segja við fólk sem er að hugsa málið eða svona er að horfa hana þátt og geta hugsað sér að sækja hvert snýða sér? Ef þú tala um námið eða slökkviliðið? Námið, kannski fyrst. Sko við erum, það er strax farið að leggja grunn að næsta hausti og svo dagskrá að liggja fyrir. Þannig að fólk getur kynnt sér allt sjúkraflutningaskólann inn á heimasíðunni EMS eða IMS.is. EMS, sem stendur fyrir Emergency eitthvað? Já, og þar getur menn farið að skoða dagskrá næsta vetur og skráð sig á námskeið. Það verður hörku dagskrá fyrir næsta vetur. Já. Er það dýrt nám? Nei, ég myndi ekki segja það. Nei. En eitthvað kostar það? Þetta kostar alltaf eitthvað. Já. Þetta er ekki gefins. Þetta er ekki gefins. Og ef maður byrjar næsta haust á grunnnámi, þá er maður bara búið með það vorið. Er það ekki þannig? Jú. Þetta er svona cirka, eins og Eydís var að tala þetta er svona cirka 2 mánuðir, 2-3 mánuðir sem maður tekur það að klára þetta. Bæði bóklega fyrirlestararnir, sem þú ert raunur bara að vinna í heima og getur raunur alveg tekið þetta nám með fullri vinnu, sko, ef þú ert skipulagður. Að hlusta helgar og kvöldin á fyrirlestarana og vinna verkefni. Og svo er þetta þessar lotur sem þú þarft að mæta í, sem eru þá oftast kenndar. Við erum með svona ákveðin base landið. Það er hérna á Akureyri, Reykjavík, Selfossi. Þið eru að kenna um allt land? Já, við erum með svona verklegar helgar, þessar lotur. Það er svona svolítið reynt að færa þar til þar sem að nemendafjöldin er. Við höfum verið á Selfossi, Reykjavík, Akureyri, Reyðarfirði. Þannig að það er svona styttara fyrir fólk að koma. Frekar flutt kannski 2 kennara og búnað heldur en að flytja heila nemendahóp. Ég skil. Ég ætlaði ekki að halda ykkur of lengi. Þú ert á vaktinni, ekki satt? Við vorum bara heppin að það var ekki pínt á þér meðan þú varst hérna í sófanum. Takk hella fyrir að koma og bara gangi ykkur vel í ykkar störfum. Já, takk fyrir. Takk fyrir það.